Dögg Harðardóttir Gjöfsvæl. Formaður og góðir ráðsfulltrúar, ég ætla að taka undir með báðum sessunutum mínum, við höfum 3 hérna í röð alveg sammála. Þessi miðjumálsgrein, ég alveg sammála því að sjálfsögðu þurfa sveitarfélögin að hafa nægilega burði til þess að sinna verkefnum sínum, en ég spyr í fyrsta lagi, hvað eru nægilegir burðir og hver ætlar að ákveða það? Mér dettur í hug þegar málefni fatlaðra voru flutt frá ríki yfir til sveitarfélaga. Ef sveitarfélög eiga að hafa næga burði til þess að sinna þessu málaflokki, þá spyr ég, er það ríki sem ætlar að ákveða hversu mikla peninga þarf í þennan málaflokk? Eiga sveitarfélögin að ákveða það eða eiga fatlaðir að ákveða það? Og þarna hleypur þetta á miklum eða mörgum milljónum og þetta skiptir máli. Mér finnst, ég alveg sammála því að sjálfsögðu eiga sveitarfélögin að hafa nægilega burði og tekjur til þess að sinna verkefnunum sínum, en ég spyr aftur hver ætlar að ákveða það, og ég ætla að taka líka undir spurninguna eða svona hugmyndina sem kom fram í gær þegar vorum að ræða þetta, að þetta með mikilvægi þess að sveitarfélög megi ekki eyða efni fram og koma jável að stjórnir þeirra geti komið sveitarfélaginu á hausinn. Það frábært að vilja sinna öllum málaflokkum svo vel að allir séu ánægðir, en það bara gengur ekki upp ef það ekki til peningar fyrir því. Þannig að þetta það sem ég vildi sagt hafa. Þetta eiginlega 3 spurningar, sem sagt, hver ákveður hvað eru nægilegir burðir, eða þar má segja þetta bara já, er það ríkið, er það sveitarfélögin sjálf, eða er það þeir sem málið varðar? Takk.